æðislegt. Jæja, skutnar, heyrðu, við skulum bara vinda ykkur í það sem að Ælín bað mig um að gera. Það er Eilín, ég ætla alltaf að kalla Ælín, heyrðu, hérna, það sem að Elín bað mig að gera, það er að tala um, sko, tjáningu og tala um tæknileikarans til þess að koma á framfæri. Og það er það sem ég ætla að deila með ykkur. Svoleiðis að við byrjum á því, þetta er bara svona, þetta kalla ég powerstellingu, það er rosalega gott áður að fara að tala og svona. Nú ætlum ég að kenna ykkur tækni. Það er bara að standa dálítið svona ef maður mögulega getur. Og þeir sem ekki geta nota hendurnar eða hérna fæturnar, þá bara þarf maður að tala og tala hátt og syngja og beita röddinni. Og það sem ég ætla að kenna ykkur, það er að dópa ykkur upp bara alveg löglega til þess að hafa kjark og öryggi í að tjá ykkur. Er ekki það sem að myndi gagnast ykkur vel? Sko, þetta finnst mér vera bara svona lykilspurning. Ok, hvernig upplifi ég mig og hvað skilaboð vil ég senda? Það er grunnurinn. Við verðum að standa með okkur til að aðrir taki mark á okkur, ekki satt. Og það er ákveðin tækni sem við getum beitt til þess sem að mjög einmitt gott að vita. Það er bara þetta, og hérna krakkinn hefur ekki alveg verið svona, hér er ég sterkust í heimi, skiljiði. Og hérna kisan sem sé ljón í speglinum. Ekki öfugt, það eru mjög mörg ljón sem sjá kisur í speglinum, bara vegna þess að sjálfsöryggið er ekki nógu mikið. Og að nákvæmlega sama hvar við erum í heiminum, hvernig við lítum út, hvernig við erum andlega sett, hvernig við erum líkalega sett, við getum alltaf staðið með okkur. Ég get alltaf staðið með mér. Og það er náttúrulega það, þeir eru náttúrulega þraut þjálfuð í því, vegna þess að þeir þurft að berjast svo mikið fyrir allir í hjálp, öllum réttindum, berjast fyrir því að fá bara, hvað ég að segja, fjárhagslegan grunn til þess að lifa lífinu almennlega. Þannig að þá bara, ok, hvernig upplifum ég mig og hvaða skilaboð vil ég senda? Við ætlum aðeins að fara í gegnum þetta. Sko, hvað er ég að tala um, krakka? Ég er að tala um, þetta er tæknileikarans, ég er að tala um röddina og ég er búin að segja ykkur, ég ofta að segja það mjög oft, taliði eins hátt og þið geti, þjálfiði röddina. Og vitið hvernig maður þjálfar best röddina? Með því að syngja og gera það bara eins og fólk gerir hverja aðra leikfimi. Syngja á hverjum einasta degi, oft og mikið. Þetta er tölvan nefnilega, ég viljum ekki að taka séns á henni. Hérna, já, sko, þjálfið röddina. Því hún ein og sér getur verið rosalega mikið tæki. Besta raddæfing í heimi er að syngja. Gera það bara eins og þið vitið að busta tennurnar. Bara still í botn, einhverju upp á slögin ykkar og syngja með. Það er besta leikfimi fyrir röddina sem þið geti notað. Og einfaldasta. Það er ekki til neitt einfaldara. Nú, líkamsmál, það er, sko, það er mjög misjafnt bara hvað við beitum líkamanum og hvað við getum beitt líkamanum. Eins og ég segi, það er ekki allir kannski sem geta þetta, en þetta er rosalega góð æfing, bara standa svona. Og, sko, framsögnin, það er eitt sem við þurfum bara að æfa og vitið hver einfaldasta framsagnaræfingin. Það er að lesa upphátt á hverjum degi, að lesa upphátt. Hvort sem að maður færi það í eyrun og hermir eftir, bara stoppar og hermir eftir, eða maður les það af blaði, það skiptir ekki máli. En það er besta framsagnaræfingin til þess að ná þeim orðum sem að maður vill ná. Ef maður hefur áhuga á framsagnaræfingum, þá er það þetta. Ok, augnsamband. Þetta er það sem að ég legg mesta áherslu á, vegna þess að ef maður ætlar að ná einhverju fram hjá okkur manneskju, og ef maður ætlar að senda skilaboðin, ég er mjög örugg manneskja og bara, við skulum bara að því gefnu að maður hafi sjón, því það er alltaf ekkert sjálfgefið eins og þið vitið,
að þá bara þetta að krækja í augun á manneskju, að horfa bara þannig að hún þurfi jafnvel að víkja undan. Þetta er rosalega flott vopn. Ég ætla að koma ykkur í skilaboðum til ykkar og þá horfi ég í augun og sleppi þeim ekki. Þannig að æfið ykkur í augnsambandi. Æfið ykkur í því. Þeir sem á annað borð nota augu sem tjáningatæki og eru með það í augu sem að virka, því að eins og ég segi, það er ekkert sjálfgefið, þá er það ofsalega öflugt. Þannig að við höfum mjög margt, við höfum rödd, við höfum líkamann, við höfum augun. Það er bara svo margt sem við getum nota og við þurfum ekkert að nota allt í einu. Bara eitthvað, já, en þau sýna ekki vald okkar. Það er bara til að nema. Þau sýna ekki, við notum þau ekki til að sýna vald. Við notum augun til að sýna vald, til að sýna öryggi mitt. Nú vil ég að þið álíti mig örugga og þá passa ég til dæmis að standa ekki svona. Ef ég stend með þungan öðru megin, þið vitið, þá er ég bara að sýna veikleika. Og eitthvað í bakheilanum túlkar þetta, þó að venjulegur áhorfandi situr ekki að segja, já, hún hellar sér öðru megin, það er veikleika merkin. Alls ekki, sko. Heldur er þetta er bara eitthvað sem nemur það. Eitthvað hérna svona, ég held að þessi manneskja veit ekki alveg hvað maður að tala um. Jafnvel þó maður beitir röddinni, jafnvel þó maður sé með gott augnsamband, en bara ef maður er með líkama, þið vitið, ef maður notar tvær fætur og stendur bara í aðra og skellir mjöðminu út, þá er það bara svona merki að maður sé ekki alveg öruggur með það sem maður er að segja. Þannig að ef við erum að nota lappir, þá stöndum við þar báðar, þið vitið, jafn. Það er svona, ég veit hvað ég er að tala um. Ég hef áhuga á því sem að ég er að segja, ég veit á því sem ég er að segja. Og svo ekki síst þetta, útgeislun. Útgeislun er það sem skiptir öllu máli. Og það geta allir nákvæmlega sama hvar fólk er í sveit sett. Nákvæmlega sama hversu mikið virkar af líkama okkar, hversu mikið virkar af huga okkar. Við höfum öll útgeislun og við ætlum að vinna píldi í því hvernig get ég sendt skilaboð á þess að nokkuð að pæla í líkamannum, nokkuð að pæla í augunum, nokkuð að pæla í röddinni, hvaða skilaboð er ég að senda bara með viðveru minni. Og það skiptir öllu máli hvað maður er að hugsa. Ef að ég er að keyra og ég er að hugsa, hvað vont veður og bara, ekki, og ég kem inn, þá er útgeislun mín, hún nær hingað. Hún er bara, það er engin, það skynjar hann engin. En ef að ég syng alla leiðina til dæmis, að þá er útgeislun mín, það er svona, sko, hún er nánast áþreifanleg. Bara það. Bara nota röddina og viti af hverju. Þetta er nefnilega mjög skemmtilegt. Það er vegna þess að við framleiðum ákveðna gleðihormóna sem að er endorfín, dopamín, oxytocin, serotonin sem að gerir okkur sjálfsörugg. Dálítið magnað að við skulum geta notað vellíðuna hormóna og við getum stjórnað þeim mjög mikið til þess að fyllast sjálfsöruggi. Veistu hvað, það er ekki dálítið merkilegt. Ég tala svolítið mikið og tala svolítið hátt og hratt. Ef þið viljið spyrja, ekki hika við að bara gera svona. Af því að það veður svolítið á mér, það gerir það alltaf, alveg sama hvort að ég hef langan tíma eða stuttan tíma, ég ræði ekki alveg við það. Þannig að, ok, hérna sjáu þið, tæknileikana, svo þessa glærur megið þið bara nota til að minna ykkur á. Raddbeitingin, líkamsmálið, framsögnin, augnsambandið, útgeislun, þjálfun hugans og allt er þetta byggt á þjálfun hugans. Við skulum fylla okkur af þeim hugsunum sem að gera okkur þannig okkur líður vel, þá er útgeislunin í fínu lagi. Þá er fólk tilbúið að hlusta á okkur og við þurfum oft að berjast fyrir rétt okkar, við þurfum að koma á framfæri ýmsu og þá er þetta grunnurinn. Lykilatriði og þess vegna ætlum við að vinna píldi með það, sko. Ok, þá, sko,
Skilaboðin sem að ég vil senda að vera besta útgáfan af mér. Ég get ekki hent eftir Áka bara því hann svo ansi öruggur og svo vel máli farinn. Ég get ekki apað eftir honum. Sko, ég verð að vera besta útgáfan af mér. Hvernig svo sem ég tala, hvernig svo sem röddi mín hvernig bara ég kem fyrir. Ég get reynt að læra af honum, þið viti, ég get reynt að taka hann mér til fyrirmyndar, en ég get ekki verið svona, ég næ aldrei að vera svo Áki og þess að ég óvana mömmu, skiljiði. Þannig að, hvað er besta útgáfan af mér? Hugsið það. Núna, hvað er besta útgáfan af þér og þér og þér og þér? Hvenær eru þið upp á okkar besta? Helgar. Ok, þetta finnst mér mjög góð punktur vegna þess að af hverju erum við upp á okkar besta helgar? Já, sko, nákvæmlega. Og þess vegna finnst mér mjög áríðandi og ég held fyrirlestur allan daginn það, hvernig getum við gert mánudaga og þriðjudaga að bestu dögunum okkar. Fattiði mig? Mánudaga og þriðjudaga. Heyrðu, hafið ekkert áhyggjur af glerbrotunum fyrirgeðu, nú ég allt einu dálítið stressuð. Okay. Já, skundum mínar. Svo ekki stígi þetta, sópið þetta upp. Heyrðu, þetta að vera besta útgáfan sér. Finnið þið út hver er besta hliðin ykkar. Hvað, ef hún helgar, finnið út af hverju. Er það vegna þess að ég á frí? Er það vegna þess að ég að gera ofsalega mikið skemmtilegt? Ok, ég bið ykkur að yfirfæra þessa tilfinningu yfir á mánudag og þriðjudag. Vegna þess að þá ríður á að við séum með mikla útgeislun í daglega lífinu, í daglegum störfum. Og bara vinna. Já, sko, með gleði, finna gleðina í því. Þannig að vera besta útgáfan af sér, finnið út hver er besta útgáfan af ykkar. Mæta með gleði. Já, nákvæmlega. Ekki þunglindur og ekki bara helgar, sko. Hvað segir Áki minn? Já. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Á ég að segja þér hvað ég geri? Og það svínvirkar alltaf. Ef ég að fara að halda fyrirlestur, ég mjög stressuð að ég þarf að halda fyrirlestur á ensku. Ég verð svo óörugg af því að ég veit að íslensku fyrirlesturinn mín, ég kann á 100%. Á ensku, ég verð bara rosalega stressuð og ég var að halda fyrirlestur úti í Noregi á ensku og ég var bara, mér fannst ég svo lítill, þið vitið, að finn ég réttu orðin og svona. Vitið hvað ég geri þá? Ég stilli í botn öll upp á slögin mín og ég syng með þeim. Ég bara syng ABBA-lögin sem ég skemmtileg, Elvis-lögin, bara mín upp á slög og þegar ég er búin að syngja eitt lag, þá er ég búin að dópa mig upp, ég er búin að auka flæðið á endorfíni sem er sjálfstyrkingarhormónin 100%. Eitt lag, já. Já, sko, fyrst verður þú að byrja á að losa þig við stressið áður. Það sko, einmitt, en þetta er frábær punktur og við komum á honum, já, undirbúningur. Að hugsa það, já. 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 Já, nákvæmlega, já. Heyrðu, og annað, það er ekki síðra. Áki, þú verður að heyra þetta. Þegar ég stend upp í púltinu, horfi yfir salinn og sko, það hendar eiginlega meira að hugsa þessi enginn í salnum, en til þess að sýna vald mitt, þá passa ég að horfa á alla sem eru á aftasta bekk og alla sem eru á fremsta bekk, af því þá finna hinir það í miðjunni. Vitið hvað ég ger oft? Ég mynda mér allir séu allsberir. Bara ég klæði þau úr fötunum.
Í öðru lagi, ef að það virkar ekki, þá set ég á alla trúðanef. Ég sé þau öll með trúðanef og ekki bara það, ef að ég bæði klæði þau úr fötunum og setja þau trúðanef, þá þetta svínvirka. Já. Ég nefnilega ekki með neitt sjónvarp heima. Ég búin að flytja svo oft. Já, ég ætla að fletta því upp. Já. Einmitt. Sko, og þess vegna segir framsagnaræfingin besta er upplestur. Og þá æfir maður sig, maður þarf ekki að leggja svo mikið á minnið. Kannski bara, þú veist, góða kvöldi góður áhörendur. Í staðinn fyrir að góða kvöldi góður áhörendur, þá bara lítur maður upp. Maður mann það, góða kvöldi góður áhörendur. Og svo, mér finnst mjög gaman að vera hérna. Þið veitu, og fá tækifæri til að tala og ég horfi alltaf niður og svo segi það upp. Og fá tækifæri til að tala og þagnir á milli, þær virka mjög vel. Við óttumst oft þagnir, þær eru kunstpásur, sko. Já. Já. Já, einmitt. Væri þú stressuð og myndirðu hugsa vel hvað hefur þú talað á ensku á mörg tungumál. En hvernig væri þú ef þú væri með tala mörg tungumál? Já. Þá þess að gera grein fyrir hvað þetta tala Já, sko, ég get eiginlega ekki sett mig í þessi spor nema að ég hef talað fyrir fullt af fólki á ensku og þá dópa ég mig upp með því að syngja áður, ekki gleyma því krakkar, dópið ykkur upp með því að syngja áður því þá fer svo mikið flæði þannig að skapandi hugsun verður svo mikið meiri, við gleymum síður. Og svo að ímynda okkur bara, og það er ein æfing, ok, ég veit þetta virkar svolítið ruttalega að klæða allir fötunum, það virkar svolítið ruttalega að setja nef á alla, en frægir breskileikar þeir ímyndu sér að allir í salnum veru fjölskyldan þeirra. Við þykir svo vænt þig og þér þykir vænt mig. Þá líðum við miklu betur, sko. En allavega, þetta og líka þetta að þekkja sig krakkar, þekkja styrkleikana og veikleikana. Bara fariði í gegnum hverjir eru styrkleikar ykkur og hverjir eru veikleikar. Og vinniði með styrkleikana. Og ef maður ætlar að hrífa fólk með, þá verður mann að líða vel, sko. Og þið sjáu þessar setningar að vera besta útgáfan, það er sko einlægni, það er að vera maður sjálfur, það er að vera í styrkleikunum sínum, hrífa aðra, þá hrífur maður aðra með sér og maður smittar að gleði og þar með geisla maður að vera ekki. Er þetta ekki nokkuð ljóst? Ok, eru þið tilbúin að koma og halda áfram? Strákar mínir? Sko, ok. Að efla sjálfan sig, vitið hvað virka best fyrir mig? Ég hef sóst eftir, ég hef boðið mig fram að halda fyrirlestur á ensku af því mér finnst það erfitt. Það heitir að skora mig á hólm. Ég er að fara út fyrir mottuna. Ég held marga fyrirlestur á daga á Íslandi. Ég er mjög örugg, mér finnst það æðislega gaman. En á ensku byrja ég að titra inn í mér, þannig að ég ætla að vinna á því. Ég nenni ekki að vera, þið viti, ég vil geta flutt allan heim. Þannig að ég dópa mig upp áður og þá á ég svo miklu auðveldara með til dæmis annað tungumál. Og hvernig dópa maður sig upp? Hvað er besta leiðin? Hvað saði ég? Munið hvað ég saði? Syngja, tónlist og bara meira sér að hlusta, það er dóp. Syngja. Þannig að þetta er kjarkurinn. Hvað segir ég? Já. Nei. Heyrðu, nákvæmlega, það er dóp. Ég er að segja ykkur það. Það dópar okkur upp að horfa á þætti og fara í gott skap. Það er bara mjög gaman að skuli vera þættir sem ég þekki svona vel. En það er akkurat þetta. Krakkar, áður en þið þurfið að tala. Fyllið ykkur á dópi. Ég ætlaði nefnilega líka að koma inn á þetta.
til dæmis með því að gleðja ykkur. Syngja og svo gleðja sig. Já, Elín mín. Þessi tilfinning að maður hefur kannski búið til fyrirlestur, Já, komið svo að já, og að maður sé kannski ekki búin að, þú veist, maður hefur kannski þessi hugsun, er maður að rétti, er það, þú veist, nóg gott og svona, maður svona, Já. svolítið svona, nákvæmlega. að maður sé ekki gott, þú veist, að sé kannski ekki gott, þó Ég sé veit í það. lagi, Já, og er svolítið sjálfsgagnrýni. já. En það er miklu minna það ef undirbúningurinn er gleðihormónar. Það er miklu sjaldnar sem að lendir í. Og muniði, fyrirlesturinn þinn, það veit enginn hvernig þú hefði kannski vilja hafa hann, hvernig þú hefði vilja flytja hann, það veit það enginn. Þannig að standiði með efnin ykkar. Það er bara, hér er þetta og þetta er besta sem ég hef upp á að bjóða núna. Þetta er það sem er í boði og ég ætla að standa með því og ég ætla að vera stolt af því. Og þetta er, hvað talaði um að þjálfa hugan? Heilaþvoið ykkur. Mér finnst þetta gaman, þetta er flott hjá mér. Mér finnst þetta gaman, þetta er flott hjá mér. Mér finnst þetta gaman, þetta er flott hjá mér. Þá komast ekki hugsanirnar að, þið gæti mistekist. Þetta gæti. Heilaþvo okkur. Þú manst hvernig fólk er heilaþvegið. Það er með því að segja því aftur og aftur og aftur sama hlutin. Segið þið ykkur aftur og aftur og aftur sama hlutin. Þá fer maður að trúa því. Ekki satt? Já, ef maður segir aftur og aftur, ég er frábær eins og ég er. Ég er frábær eins og ég er. Ég er frábær eins og ég er. Þá kemst ekki önnur hugsun að. Fattiði mig? Hvað myndi gera ef að þú væri að halda ræðu? Já. Og einhver annar gjammandi fram að ég. Hvað myndi þú það? Veistu hvað ég myndi gera? Þá myndi ég segja, fyrirgeðu, það er einhver sem vill koma af stað. Hvað varst að segja? Ég myndi gera það. Það er nóg til þess að viðkomandi annarkvort verður hann að öskra upp og standa með sér eða þagnar. Yfirleitt þagnar hann. En ef allir tala saman inn og þú ert að halda ræðu. Já, þá, sko, þú byrjar ekki, svo, það gerist ekki. Þá hefur þú aldrei náð tökum á fyrirlestrinum og það gerist ekki. Fólk er ekki, það er ekki allir að tala bara og fyrirlestrinum byrjaður. Ég læt alltaf kynna mig. Ég læt alltaf einhvern segja, jæja, skiljið þið. Ef ég er með, og ég er yfirleitt með svo fjölmenna, sko. En sjáu þið þetta, það er ekki þetta að styttast í leið við að efla sig. Við verðum að gera kjarkhæfingu aftur og aftur. Og vitið hvað er besta kjarkhæfingin? Sem að ég mæli með fyrir ykkur. Standiði upp eða kveðið ykkur hljóðs ef að þið standið ekki upp og segið, mig langar aðeins að segja nokkur orð. Og svo segið þið bara, nokkur orð, einhver, bara í ammælum, í fermingaveislum, bara í hádeginu, þið vitið bara svona fyrirgefiði mig langar til þess að deila því, ég var á námskeiði og þar var ég hvött til þess að standa upp oft og tjá mig. Þakka ykkur fyrir ég ætla ekki að segja neitt meir. Þið þurfum ekki að segja neitt meir, í alvöru talað, sko. Þannig að, og muniði, mistök er í lagi. Þau eru nauðsynleg, þau eru í fínu lagi. Gerið þið mistök eins og þið lifandi getið og ekki skamm ykkur fyrir það. Aldrei. Aldrei. Á ég þá að gera mistök í dag? Endilega eins mörg og þú mögulega getur. En, sko, mistök gerir maður ekki viljandi. Það er ásetningur. Það er allt annað. En mistök eiga sér stað og þá byrjum við að gera hvað? Lemji okkur andlega fyrir það. Ofsalega þetta var algjörlega fáránlegt að ég skildi gera. Nei. Þetta voru mistök og þau brátt sér stað. Bless mistök. Og vonandi læri maður af þeim. Vonandi. Ég meina, í flestum tilfellum. Ef maður ætla sér það. Hef ég? Sko, já, veistu, ég hef nýverið lent í einelti. Bara vegna þess að þeir sem að deila húsi með mér voru að gera mjög lítið úr þeim skaða sem ég varð fyrir. Íbúðin mínu ónýtt á tíma, var í ónýtt á tímblöðu þetta byggjar upp aftur og þau gerði lítið úr því linnulaust. Og þetta var, ég fekk greiningu á þessu, þetta hét einelti. Þannig að bara sorry, ég hef lent í því. Ok, sjálfstraust, hamingju, aukning. Nú ætla ég að kenna ykkur æfingar og þetta fáið þið á blöðum, þannig að nú ætlar Elín mín að ná í blöð sem að þið, já,
Komdu nú með það, þannig að ég ætla að dreifa núna því sem að þið fáið akkurat þessa. Sko, á ég að segja ykkur svolítið. Þetta er hamingju aukandi æfingar sem að efla sjálfstraust. Því að við verðum að hugsa rétt. Sjálfstraust fæst ekki með því bara svona, já, ég hlýt að vera á mjög örugg núna. Sjálfstraust er okkar hugsun og ef að þið gerir þessar æfingar, þá breytist hugarferðlega. Nei, hvað er með þetta, elska mín? Svona, sko, oft efast ég mig og þá hvað sagði ég á það? Þá fer ég í heilaþvott. Þá bara segi ég þetta, þú ert að gera alveg eins vel og þú getur. Það er mjög gott hjá þér. Þú ert að gera alveg eins vel og þú getur. Ég er að gera mitt besta, þetta er besta útgáfan af mér. Betur get ekki gert. Herðu, látið þetta nú ganga, elskutna mínar, gerðu þið svo vel. Já, þetta eru, sko, þannig eru þær, dálítið ítarlegar, en að gera þessa æfingu, skrifa niður, hlustið nú mjög vel, skrifa niður á hverju kvöldi, eða talin á teip, eða viljið, finnið þið 3 góða hluti sem að gerðust í dag. 3, hvað voru 3 góðir hlutir sem gerðust í dag? Nú ætlum ég að kenna ykkur þessar æfingar vegna þess að þetta getur skipt sköpum í sjálfstyrkingu ykkar. 3 góðir hlutir á hverju kvöldi í 3 vikur. Hverju kvöldi í 3 vikur, gerið þessa æfingu. Þegar þið eru búin í 3 vikur að gera þessa æfingu, skrifið þið þá, finnið þið á hverjum degi 3 fyndna hluti. Og þetta eru vísindalega sannaðar æfingar. Þið haldið kannski ég sé bara búið til og það sé bara svona ykkur bara svona sjálfshjálpar æfingar. Nei, þetta eru jákvæðu sálfræðinni, þetta er vísindalega rannsakað. Ef þið gerið þessa æfingar, þá munuðu styrkjast. Og það er engin vafi ef maður verður að gera það. Sko. Þannig að 3 vikur skrifið niður 3 góða hluti. 3 vikur skrifið niður 3 fyndna hluti sem gerðist yfir daginn. Og það sem gerist er að maður fer að vera á verði gagnvart því. Þetta ætla ég að skrifa niður. Þetta ætla ég að skrifa niður. Þetta ætla ég að muna. Og svo fer maður að skrifa niður bara yfir daginn. Og stundið þakklæti. Það er mjög hamingju aukandi og sjálfstyrkjandi. Þakkiði á hverjum degi upphátt. Bara alheiminum fyrir það sem þið viljið þakka fyrir. Hvað viljið þakka fyrir? Hvað vil ég þakka fyrir bara í dag? Já, hvað vil ég eigið ykkur að sem að gleðja ykkur eða þykir vænt ykkur og nákvæmlega og bara það að segja ég er þakklátt í dag fyrir systur mína. Ég er þakklátt fyrir vinnuna mína. Ég er þakklátt fyrir umhverfið mitt fyrir að fá að vera hér og nú með þessu fólki. Ef að þið gerir þessa æfingu á hverjum degi þá er þið svo auðvelt með að fara á flug í rosalega mikill í rauninni hamingju aukningu sem þýðir sjálfstyrking. Þið eru öruggari með ykkur. Þetta er sjálfsöryggi sem fylgir þessum æfingum. Þannig að þetta er bara, nú er þetta, þið eru búin að fá þetta er á blöðum, ok, þá ætlum við að tala um það sem er uppáhaldið mitt, að nota húmor. Hvað er ég að tala um að nota húmor? Ég er ekki að tala um að reyna að vera fyndin alltaf, ég er að tala um að hafa húmor fyrir lífinu. Hvað er skemmtilegt í kringum mig? Og þetta 3 fyndnir hlutir, gera grín að sér til dæmis, taka sig ekki hátíðlega, það er til dæmis í því fólki að geta gert grín að sér. Gerum grín að okkur, sjáum bara það fyndna í okkar fari, veikleikan okkar og brestin okkar og það. Þetta er aldeilis geggjuð æfing sko. Og hafa húmor fyrir erfiðum aðstæðum og erfiðum uppákomum. Það er besta leiðin til að leysa mál, til að fá hugmyndir til að leysa mál, er að reyna að sjá einhvern húmor í því. Auðvitað er það ekkert alltaf hægt, og það er ofta erfitt. En þetta er besta leiðin, krakkar. Þannig að nota húmor og hvað er ég að tala um? Elskutna mínar, ég er að tala um þetta, vímuefni. Ég er að tala um að dópa sig upp og nú ætla ég að kenna ykkur, þessi einfalda glæra segir hvað dópar ykkur mest upp. Það er til dæmis að dansa,
ef að þið dansið, að syngja, ef þið getið sungið, það er dóp. Þið bara ítið af stað, endorfíni, dópamíni, serotónin og oxytósin sem eru gleðihormón. Listsköpun. Hverskins listsköpun er dóp. Þið eru að teikna, mála, þið eru að semja lag, þið eru að leika, þið eru að búa til tónlist eða flytja tónlist eða hlusta á tónlist. Allt í sambandi við tónlist er mjög mikið dóp. Þannig að þetta, og ég var að kenna ykkur þetta er æfingi sem ég nota sem sjálfstyrkingaræfingu áður en ég er að fara að halda ræðu. Og kærleikur. Það dópar mann mjög mikið upp að gera góðverk fyrir aðra. Það er vímuefni. Og að finna einhvern á hverjum degi sem að getur hjálpað eða gert eitthvað fallegt fyrir, besta dóp sem að þið getur fundið. Er það ekki? Ég veit að þetta er, alla rannsóknir sína þetta. Söngurinn, það er bara gerist í líkamannum fjölmargt við það, bara að nota þindina, sko. Þetta er svo mikið sjálfstyrking, ég hvet ykkur. Faðmlög. Faðmlög eru eitthvað sem er mikið dópi. Reyniði að faðma eitthvað sem ykkur langar til að faðma, helst á hverjum degi. Nefnilega að sýna ást, annarkvort með orðum eða gjörðum. Maður getur líka gert það bara með því að færa einhverjum eitthvað, með því að hjálpa til aðeins að sópa kannski að því að einhver á eftir að gera það, eða trúvon og kærleika, nákvæmlega. Þannig að sjáu þið, og hvað er þetta? Þetta er einhvers konar hugleiðsla. Þið vitið það, í dag er voða mikið talað um núvitund, og þetta þarf ekki að taka langa tíma. Ég held alltaf að maður þyrfti að sitja í 20 mínútur tvisvar á dag til að vera árangur. Nei. Þannig að núvitund það er í raun, veistu hvað ég nota? Að því hugur minn er alltaf á fleygiferð. Þannig að ég segi setninguna, ég er hér og nú. Og anda djúpt í leiðinni, ég er hér og nú. Það er núvitund. Það er bara núvitund. Það er bara að vera hér og nú. Þetta mindfulness og núvitund og þetta er bara, þið veitir það verður að gera þetta pínt í flókið, þetta er ekki flókið, þetta er nefnilega bara, og vitið hvað ég anda oft kannski, þegar hugurinn er bara að gera mig brjálaða, þá anda ég 3 svar og segi þetta. Ég er hér og nú. Ég er hér og nú. Ég er hér og nú. Og ef ég ger þetta hægt, þá er meiri áhrif. En þetta er nóg fyrir mig, þá bara, ok, nú byrja ég að hugsa aftur. Því ég hætti að hugsa stundum, að hugsundur og hraðar. Nú búið að greina þetta heitir alls konar, að ég hátti á allt mögulegt, en það var ekkert greint þegar ég var ung, sko. Þannig að sjálfstyrking, það að flytja mál sitt, það að halda góða ræðu, bara fylla sig af dópi. Ég er nefnilega fyrir einfaldleikan bara að fylla sig að dópi, en svo ætlum ég líka að kynna, því þetta er svo góð punktur sem þú kemur inn á, þegar maður fer að lesa upp á blaði, það er líka alveg sérdeild, ok, en ég ætla að segja ykkur, gleðibankin minn. Þetta er gleðibankin minn. Þetta er sko, ég vinn í tölvu og stundum leiðist mér svo, þá bara set ég myndir, þið vitið, hlæjandi selur, api að brjálast úr hlátri, strútu með falska tennur, api að ulla, kísa að flissa. Þetta er bara aldeilis dása. Heyrðu, svo safna ég líka þessu. Ég mjólkubíl, segi beljan, og þá segi hippiljan, farðu heim, Bessið, þú drukkin. Ég safna öllu svona af netinu. Það gleður mig svo að hafa þetta í tölvunni. Og þessi finnst mér ægilega fallegur, unginn að kalla á vin sinn. Jimmy, svaraðu mér. Því miður er búið að spæla vinan, skiljiði. Þetta er svolítið sorglegt líka, en samt finnst mér þetta alltaf svona, ég fæ alltaf svona tilfinningu. Svo finnst mér þetta líka, what the fuck is this? Porn? Segir loðnikötturinn við hárlausa köttinn. Go get dressed, you idiot.
Það þið farðu og klæddu þið fíbliðið, segir hann við hárlausa köttin. Og kallar hann klám. Heyrðu, og svo náttúrulega þetta eru gömlu kærustarnir mínir og ég bið ykkur ekki fara með það lengra. Ég setti bara brot af þessu, sko. Vinkonur mínar sendu mér þetta. Gömlu kærastarnir mínir. Sko, maður har haft séns, elskunna vinnar. Það vantar ekki, sko. Það vantar ekki. Þannig að, sko, ok, og vitið þið hvað? Að því Áki var að tala um hugsanir. Áður að, þú veist, þetta bara, maður horfir út í sali. Vitið þið hvert ég teymi hugan? Ég teymi oft hugan í barnabankan minn. Ég fer bara að hugsa öll þessi börn sem eru bara, þau eru bara í minni fjölskyldu og bara ef ég sé fyrir mig myndina þessi var nýfættur búið að pakka honum inn í slaufu, þið vitið. Og þessi hér, hann sett upp svona kanínunef og svo vissi hann greinilega ekkert hvernig hann leit út. Hann pínu lítill, svo þegar hann labbaði fram hjá spegli, þá sá hann sig með nefið og þá voru viðbröðina svona og brjálaðist úr hræðslu. Þetta minnir mig alltaf á það. Og þessi hérna, þá ferði í jólamyndatöku með alla fjölskylduna. Hann grenjaði á öllum myndunum. 60.000 krónu jólamyndataka fyrir alla fjölskylduna og hann grenjaði á öllum myndunum. Þetta bara minnir mig á hvað mamma svar. Það þýddi ekkert að ég bara verða að fara aftur. Hún býr sko á Hellu. Hann grenjaði á öllum myndunum. Heyrðu, og vitið hvað? Svo fekk hún húmor fyrir þessu. Sendu okkur öllum í jólagjöf mynd af honum grenjandi. Það var bara, fengur bara allir þá gjöf, skiljiði. Og tennurnar, þær minna mig á þegar þessi hérna, sjáu þið hérna lengst til vinstri, þetta er sonur minn. Þegar hann var á þessum aldri, hann er 23 í dag, þá fórum við, þetta er Róbert, þá fórum við til ömmu mjög oft, heilt sumar. Einu sinni var hann ekki komin á fætur, þannig að tennurnar voru í glasi á borðinu og hann fikk sjokk. Hann horfði á tennurnar og sagði, hvað er þetta, mamma? Og ég sagði við hann, þetta eru tennurnar hennar ömmu, ástin mín. Og þá sagði blessa saklausa barnið, en hvar er tungan? Já, hans lógik bara, hvar er tungan? Aumingin litli, sko. Og svo verði ég að segja ykkur, þessi hérna sem að hefur verið Björgvin sonur minn á hana, hún var svo mikið skapofsa barn þegar hún var pínu lítil að hún kom, maður vissi aldrei hvernig hún vaknaði á morgnana. Yfirleitt var hún hættuleg, þið vitið, hún var svo brjáluð, hún vaknaði svo brjáluð og hún kom einu sinni hlaupandi til pappa sin, hún var svona lítil, þið vitið, pínu lítil og á náttfötunum og gargaði á hann, þannig að sko það lá við að kæmi eldur út úr henni. Neftu náttfötunum, ég er kona! Gargaði hann á hann eins og það væri ykkur hryllileg hótun. Hvernig finnst ykkur það? Henni fannst þetta bara það hættulegast og beittasta sem hún var 2 ára. Hún var nýfann að tala. Neftu náttfötunum, ég er kona! Hún er 8 ára núna. Þessi 2, þeir eru bræður. Þeir gleðja mig á hverjum degi sögurnar að þeim. Sá eldri, hann hefur verið dálítið leiður yfir að eignast bróður, sko. Hann er búinn að reyna að koma hann fyrir kattarnef. Já. Hann reyndi það marg og oft, það var að fylgjast með þeim. Hann er búinn að reyna að sverta hann í okkar augum mjög mikið. Talar ofsalega illum hann og segir hryllingssögur á honum. Og svo kom hann til mínu daginn og segi, veistu það, amma? Hann Viktor, og Viktor það er litli bróðurinn, hann er viðbjóðslegur og hann var sko alveg að gubba hann og það svo mikið ógeð. Og ég reyndi að vera alveg eðlileg og segi, er það elska mína? Því ég er mjög vön því hann segi hvað ljótum hann. Þá kom nú skýringin. Já,
Hann var búinn að kúka svo mikið að það var lengst hérna niður fæturna á honum og það náði langt upp á bak. Og vitið hvað hann sagði svo? Mjög einlægur. Hann með svo mikið yfirgang. Mundi ekki alveg orðið niðurgangur. Og það var þetta skemmt að já, allar sé niðurgang. Hann með svo mikið yfirgang. Þannig að það glatt okkur mjög mikið. Svo sagði hann þegar ég á úlingsbróður sem rosalega, var mjög erfiður á tímabili. Þannig að móðir hans var mjög mikið svona með hennan ofbeldis glampa í augun sem mér finnst úlingamæður oft vera með. Það ekki sammála mér í því. Úlingarnir eru erfiðir, nei, ég er náttúrulega íkja. En mér finnst þetta mjög erfitt ofta að díla við úlinga. Heyrðu, úlingurinn þessi neitaði að vera í fjölskyldubúða, bara stórt borð, búið að dekka borð, hann neitaði. Og hann bara, nei, að chilla með vinum minnum. Og mamma skipa honum að setjast og hann settist í 2 mínútur. Þá bara stakk hann af, hann bara ryksaði frá borðinu, allir gestirnir bara, ég er farin, sagði úlingurinn og til þess að algjörlega fara með stemninguna, þá prumpaði hann ógeðslega hátt og ruttalega, bara sem hann stóð upp við mataborðið. Og móðurinn, hún var komið með morðglampa, ég er ekki að íkja. Hún var bara, ég held hún myndi taka hann á raskjallan, úlinginn. Þá sagði þessi fallegi drengur hér með krullurnar, leit upp úr diskum og sagði við úlingi bróður sinn, Guð hjálpi þér. Hann myndi einhver átt að segja eitthvað. Hann myndi ekki að úlingurinn átt að segja afsakið, hann bara myndi, já, byrju, hver segir einhver átt að segja eitthvað? Guð hjálpi þér, þegar úlingurinn prumpaði. Þannig að það var ekki hægt að verða brjálaður út í úlingin. Svoleiðis að þetta nægir mér sem gleðibanki í tölvunni. Þið viti, ég þarf ekkert meir. Nú, ég er hérna með líka, sem að Elín mér pröntað út, gleðiæfingar. Hér eru gleðiæfingar sem ganga út á bara að finna aftur brosið, finna hláturinn, finna í hversdagslífinu eitthvað fyndið, rifja upp pínlegu atvikin, taka til dæmis þriðjudagsmorgna, rifja upp öll pínlega atvik, taka mándagsmorgna, rifja upp öll hláturskostin og svo að syngja og dansa, þetta stendur hér, þetta er bara svona áminning það. Þannig að hérna dreifðu þessu nú, heyrðu, svo koma lestraræfingarnar, áki minn, fyrir alla þá og þið sem að þurfa að tala, þá mæli ég með, ok, maður semur ræðu og maður bara, og segjum og byrjum svona, góðan daginn, ég býð ykkur öll velkomin hingað á þessa ráðstefnu og svo heldur eitthvað áfram og þá bara leggum maður á minni til þess að geta talað eins og það sé beint frá hjartanu og vitið hvernig undirbúningurinn er. Þá fariði með textan, þetta nefnilega eru leikaralátningir, þetta er leinæfingar, þá fariði með textan svona, í eitt skipti þá fariði með hann og segið góðan daginn og velkomin öll á þessa ráðstefnu, þið sést öskrið alla ræðuna, svo fariði með hana aftur og þið hlægið alla ræðuna, góðan daginn og velkomin á þessa ráðstefnu. Þið farið með ræðuna einu sinni enn og þið gerið það svona, góðan daginn og velkomin á þessa ráðstefnu, grenjandi. Og svo gerið það reið, þið gerið það væminn, þið gerið það syngjandi, þið gerið það með dönskum hreim eða þýskum hreim, notiði þessa tækni leikarans. Eftir að þið eru búin að gera allar þessar æfingar, segja það mjög hratt, segja það mjög hægt, segja það mjög sexy, segja það mjög hrónalega og svona, þá sko nánast kunniði ræðuna utana og vitið hvað gerist? Það koma ofboðslega eðlileg og mjög skemmtileg blæbrigði og maður þarf ekkert að hafa fyrir því. Þannig að þetta er bara fyrir þá sem vilja að þá er þetta aldeilis frábært. Nú, svo eru hérna, sem sagt, þetta eru 3 góðu hlutir. Já. Þannig að þetta ætla ég að leyfa ykkur að eiga líka. Þetta er leynivopn leikarana og fyrirlesarana. Komið, blessuð, sæl og velkomin á þessu ráðstefnu. Svona æfið ykkur. Nei, það get ég ekki vegna þess að ég þekki þá svo óbúslega lítið, sko.
Já, þá myndi maður kannski fara svolítið ruglað og svona, ekki alveg drafandi, sko. En sko, fattið hvað ég er að segja. Ef að þið þurfið að halda ræðu og þið eru með hana niðurskrifaða, þá æfið ykkur heima á því að skrumskælana með öllu þessu. Grenjandi, reið, kát, hlæjandi, þá er ræðan orðin ofboðslega áhugaverð í blæbrigðum á þess að þið hafið nokkuð fyrir því. Nokkuð, sko. Þannig að, já, það er velkomin á þessa ráðstefnu. Og æfið ykkur, þetta er alveg, og meira sé að lesa bara upphátt af því það er svo góð æfing í tjáningu, þá gera það líka þetta, skrækróma, vitið það, þetta er heilt skemmtiatrið fyrir heilt kvöld. Þið getið, það stendur þarna meira sé að tala með færskir heim, koma á sæl, velkomin á þessu ráðstefnu. Þetta, nota bara, eller dansker heim, velkomin á þessu ráðstefnu. Hvenær var Bara út af það, Karol. Þetta að mér, vegna þess að þetta var síðasta klæðan elskutna mínar. Nú eru þið komið með æfingar, þið minnið ykkur á mig því að horfa á þessar klæður og svo bara flytjið þið mál hvert fyrir annað og hjálpist það. Nú eru þið komið með grunninn